Gott kvöld og velkomin í laugardagskvöld á þessari páskahelgi. Það kennir ýmis að grasa hér í kvöld og hingað munu detta inn prestur, leikari og ráðherra, svo fátt eitt sé nefnt. Við byrjum á prestinum, svona í tilefni páskanna. Hann hefur árabil verið einhver allra vinsælasti og besti presturinn okkar og raunar var hann svo áberandi fyrir nokkrum árum að sumum þótti nógum og honum sjálfum helst held ég. En hann hefur lítið verið í sviðslu svona undanförnu en er kominn hingað til okkar, séra Pálmi Matthíasson. Blessaður og sæll, gaman að fá þig. Já, er þetta ekki rétt sem ég segi? Mér fannst svona fyrir svona kannski, 2-3 árum þá einhvern veginn gátu ekki 2 menn komið saman öðruvísi en að vera nauðsynlegt að fá séra Pálma með og þú varst eftirsóttur í allar veislur og sem veislustjóri og varst út allt einhvern veginn. Það verður nú stundum þannig að maður kannski missir svolítið stjórn á þessu sjálfur eins og kannski þú þekkir sjálfur þessa dagana og ég fór síðan að hugsa það hvort þetta væri eftirsókn vindi eða hvað þetta væri og fór svolítið að hugsa það hvað væri mikilvægir í lífinu. Já. Því oftast var það þannig að það var óskað eftir því að maður kæmi í eitthvað og þá var aldrei talað að kæmi kona með eða neitt slíkt. Maður fór bara einn og meðan beið konan heima og svo hugsaði með mér hvað var maður að leggja áherslu á í lífinu og mér fannst kannski laugardagskvöld heimi í stofu með koninni vera miklu mikilvægara heldur en að tala yfir einhverju eða með mér sko, með mér líka. Eða það líka sko, yfir einhverju misgáfuðu fólki og misjafnlega á sig komnu. Einmitt. Þannig ég svona aðeins fór að velja á hafna og aðeins að bakka til í þar. Já, þannig að þú hefur svona markvisst aðeins svona... Ég gerði það. Já. Og var bara mjög sáttur við það því að það var nú einhvern veginn þannig að það oft reiknað með því að prestur komi og geri hluti og þá sagt ljómandi gott því að þakka þér kærlega fyrir og ertu blessaður. Svo kemur þú og þá sagt, hvað kostar þú? En það aldrei spurt hvað presturinn kostar. Nei. Hann svona atvinnu góðmenni og maður fór að velta þessu fyrir sig hvort að þetta væri þess virði. Því að allar þessar heimsóknir, ég hef aldrei tekið 1 krónu fyrir það og gerði þetta fyrst og fremst bara ánægjuna vegna og gleðina vegna og fannst það líka gott að þó maður kæmi og glaða stund að maður getur látið boðskap kirkjunnar og þá sannfæringu sem maður stendur fyrir heyrast. Og það gott að hún heyri sem víðast. Akkurat. En þú, það var þú varst náttúrulega, og ert ennþá, mjög vinsæll í þjóðfélaginu. Þegar ég var að skoða alls konar greinar og svona þig fyrir þetta viðtal, þá sá ég til dæmis að í DFV kom í ljós árið 1996, ef maður rétt, eða 5 rétt fyrir forsetakosningarnar, að langflestir þá, áður en okkur bauð sig fram, vildu hafa þig sem forseta. Það var svona, það var mikið flug á þér og svona, já, ég fór að velta fyrir mér einmitt, þetta er alveg erfitt að draga sig niður á jörðina svona 1, 2 og 3. Í raun og veru held ég að flugið hafi verið mest í kringum mig, sko. Þetta lyfti mér nú ekkert mikið og þó einhver aðrir hafi hugsað þetta, þá held ég hafi haft vit á því að vita að aðrir væri betri í þessu embætti heldur en ég. Var þetta eitthvað að fannst þér flækjast fyrir bara þínu starfi sem prestur? Það að vera svona orðin svona þekkt andlit og svona hluti af þessu þotuliði sem kannski snjóþotulið hérna á Íslandi? Já, ég veit nú ekki hvort ég var kannski í þessu þotulið en ég var kannski á þeim stöðu sem þotuliði kom á þess að ég ferðaðist með þeim. Já. Og mér fannst þetta ekkert flækjast fyrir þannig og ég hélt alveg minni ró og mín fjölskylda og þetta veri kannski helst að þetta hefði angrað dóttur okkar að þetta hefði verið erfitt fyrir hana og hún var náttúrulega þá í skóla og margir spurði í skólanum og það voru svona ýmsar spurningar og ég svaraði aldrei einu þetta og gaf aldrei færi á þessu sem slíku en þá voru margir sem sótt að henni eða þá tengdasyni mínum og gengu á hann og fannst það náttúrulega alltaf fyndið að hann skildi heita Davíð Oddsson. Já. Og menn svona, þegar menn voru að hringja heim og spurðu, er þetta Pálmi? Og þá sagði hann, nei, þetta er Davíð. Hvaða Davíð? Davíð Oddsson, sagði hann og þá sagði hann, fyrirgefðu afsakið, er ég að trufla? Og lagði á. En þú ert náttúrulega, þú heldur auðvitað öllu áfram sem þú ert að gera og ert bara sáttur við þig og þitt en sumir segja að þú hafi líka kannski aðeins róið niður af því að ég meina menn sjá þau fyrir sig kannski í einhverju stöðu hér annarkvort innan kirkjunnar eða einhvers staðar annar staðar. Hvað segir þú um það? Það var nú lengi verið talað um það, samanber forsetatalið og menn eru að tala um biskupstal eitthvað og svona. Já, þú hefur heyrt þetta í mörg ár, hvernig svarar menn geta verið alveg rólegur um það. Ég er ekkert að stefna á neitt slíkt. Ég er mjög ánægður í því starfi sem ég er í og mjög yndislega söfnuð sem umber mig eins og ég er. Já. Og ég ætla ekki að leggja það á fleiri heldur en söfnuð en að þola mig og umbera. Ég ætla að reyna að þjóna þessum söfnuði þau ár sem ég á eftir að starfa og ég ætla að reyna líka að hafa vita á því að hætta áður en ég verði elliær.
ef mér endist heilsa og aldur til. Hætta hvenær þá? Og hvað ætlar að fara að gera? Já, það má alltaf finna eitthvað til. Já. Njóta lífsins, og ég held að við Íslendingar ættum að hugsa það svona almennt að við eigum jafnvel að hætta fyrir til þess að geta notið þess að breyta takt og við erum ekki búin að missa hæfileikann til að skipta takt í lífinu. Já. Það er mjög algengt að fólk að vinna alveg eins lengi og það getur og höndlar svo ekki þá breytingu sem verður í lífinu. Já. Og við ættum, ef við mögulega getum, að breyta þessu þjóðfélagi þannig. Við ætlum að fara fljótlega á tónlistaratriði. Hlustar mikið á tónlist? Hvernig slappar en ég ætla samt að færa þér einan litla gjöf hérna áður. Og sést okkur tilefni. Og þetta skal ég segja hérna, eins og það kannski manst að þetta lítið fallegt bindi og þú manst kannski eftir því að í upphafi þá komstu til mín og varst að mæta í erfið athöfn og kunnur ekki að nýta bindisnút. Kona minn heldur að þú kunnir fleiri en ég núna og hún vildi færa þér þetta með kveðju og vonast til þess að þú kennir með fleiri hnúta. Því ég sé að þú ert með annan heldur en ég. Já. Hvað heitir þessi til dæmis? Þetta bara einhver þrefaldur hnútur. Já, en það er kannski rétt útskýra það fyrir sjónvarpsþáttinn að okkar fyrstu kynni voru þannig að ég var að koma í jarðarför hjá móðursystur minni og þú varst þar prestur í Bústaðakirkju og ég kunni ekki binda bindishnút á þessum tíma. Og hvernig var það? Ég kom og þú varst í fullum skrúða? Ég var að ganga inn í kirkjuna og þú kemur á síðustu stundu eins og stundum og segir ég get ekki farið inn öðruvísi en að vera með bindi og ég batt hnútinn á þig þarna 1, 2 og 3 og sagði gátt inn og svo gekk ég inn bara á eftir því. Þannig var það í upphafið. Þú situr áfram, við ætlum að spjalla áfram eftir en fáum tónlistaratriði. Það er mánuður í Eurovision og spenningu farin að gera vart við sig víða. Birgit hefur spáð góðu gengi og svona og við byrjum að hugsa hvar við eigum að halda keppnina á næsta ári. En á Broadway er verið að syngja gömul Eurovision lög og við skulum heyra sigurlagið frá 76, Save Your Kisses for Me. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. Oh, you know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. I love you. All the while, with your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gotta walk out the door, but I'll soon be back for more. Your kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know I'll have to say that I got to work each day, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you. I love you. Oh, you know, you're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gotta walk out the door, but I'll soon be back for more. Your kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to say, 'cause you know you have to say your kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Won't you save them for me, even though you're only 3?
Frábært. Næsti gestur okkar hefur hingað til aðalega verið þekkt fyrir að vera frábær gamanleikona. Hún hefur á síðustu misserum og mánuðum fest sig í sessi sem leikstjóri líka og dramatískur leikari. Skulum bjóða velkomna Halldóru Geirharðsdóttur. Sæl og blessuð. Ég kom nefnilega of snemma inn og hljóp út aftur eins og Michael Jackson lagið hér á gólfi. Hæ. Og byrju, þetta hefur sést, ég veit ekki. Ég hörði bara hvað brambóð hérna. Ég var Komstu að lögðu með klöppum? Já, það sé, fyrir mér. Fyrir mig. Vön klappinu. Já, þá ég að koma. Já. Á þetta hneiða þig. Ég verð að byrja að minnast á það, óska til hamingju með það þú ert hérna sýnilega ekki kona einsömmul. Já, þakka fyrir það. Já. Er það ekki bara allt afar ánægilegt? Viltu fara út í bípíla? Ég bara... Eða hvar viltu? Nei, bara er þetta ekki yndislegt bara og gaman? Jú, þetta er bara frábært. Já, og þú ert vonaður einhvern veginn í sumar? Já, vonum við sumar. Já, það verður lítið sumarævintýri, svona tengi ég þetta allt saman. Já, og þú ert nýbúin að frumsýna og hefst frábæra dóma og þið öll fyrir mitt sumarævintýri. Já. Hérna í Borgarleikhúsinu. Já. Og til hamingju með það líka. Já, takk. Þetta er hluti af þessum leikhópi, er það ekki... Á nýja sviðinu. Já. Jú, þetta er síðasta leiksýning sem að þessi hópur gerir á 2 ára tímabili. Já. Og þetta er ákvörðun sem er tekið sérst fyrir 2 árum síðan að prófa að halda sama leikhópnum alveg stanslaust út í 2 ár. Með lágmarks aðstöðu tæknifólks og sem sagt, svona, eða lágmarks umgjörð innan leikhúsins til að halda niður í kostnaði eða eitthvað svo leið. Hérna, og reyna að ná í eitthvað svona leiksmiðjuform eða aðeins annað vinnuferli en svona hefðbundi vinnuferli inn í hérna stofnanaleikhúsi. Og við erum sérst að klára þann pakka núna. Með þessu frábæra stykki, sem heitir venjulega vetrarævintýri. En af því að það komið sumar, þá... Og þú átt von á þér og svona? Nákvæmlega, og það er eitt aðalega út af því. Allt springa út. Já, allt springa út. Hérna, ég sagði hérna áðan að þú væri aðalega þekkt sem gamanleikona. Ætlaðu þér alltaf að vera gamanleikona, eða? Nei, maður trúði náttúrulega ekki að drauma manns rætist, en mér langaði að vera Hall og Latti. Það var svona það sem mér langaði, sko. En þá alltaf að kom mér í Latti og ég Halli, sko. Ég sá aldrei fyrir mig að ég myndi ná Latta. Kom með bróður þinn. Já, en nú myndi ég kannski segja að hann væri meiri Halli. Allavega í kvöld, hann er ekki hér í kvöld. Er hún að búið hérna þátt? Nei. Nei, nákvæmlega, ég er hér. Já. En hérna, þú ert líka nefnilega vesenast í alls konar öðru. Ég meina, þú ert yfirlega að skemmta bara í veislum og þú ert ekki neitt eins og leikari sem ert bara í leikhúsinu. Þú ert eitthvað út allar trissur. Já. Með Barböru, til dæmis trúðinn. Já, ég skemmti, ég fer á leikskóla og ég svona hérna svona auka salt í grautinn með því að trissast út allt og ég hefði aldrei gert þetta ókeypis, Pálmi. Ekki kallað að mér. Gera þetta bara fyrir peninga. Já, þetta er munurinn. Þetta er svona ákveðin hugsjón í lífinu líka. Því annars hefði ég verið heima, sko. En hérna, eða farið á skíði eða gert eitthvað annað, sko. Ég hef reynt líka að fara á skíði, sko, og það kostar. Það kostar, einmitt. Ótrúlega. Já, og þess vegna þarf maður fyrst að fara að skemmta og svo fer maður á skíði, sko. Ertu ekki alltaf að messa líka á páskarum upp í skíða við Bláfjöllum? Messa á páskadag á morgun. Það stendur til ef að Guðlóf veri nótt að snjói. Já, einmitt. Og það er búið að fara með allar Dossa og Grétarsbænir í Bláfjöllum það að snjói. Þú getur kannski verið eitthvað milligangamaður það milli okkar og Já, við erum að reyna alltaf, sko. Já, einmitt. En hérna, þetta talaðu greiðslu fyrir að skemmta. Og meðan þú ferði í heimahús bara, ég veit að þér í bara partí og það er bara... Ég geri allskins svona. Hvað kostar að fá þig svona heimahús og kvöld? Ég segja það ekki. Það er eitthvað lélegt í sjónvarpinu. En við stofnuðum leikhús, ég og Bergur vinur minn sem hér leikhús heimsendingaþjónusta, en það hringdi aldrei neitt, sko. Ég þorði alltaf að fá henni nálæði vegna þess að ég lenti einu sinni í óþægilegri nálæði við þig og hérna fór á leikrit þar sem þú varst að leika og það var bara 1 borð eftir. Og það var beint fyrir fram að þess að þú saðst með vinkonuðinni. Voru það píkusúr? Já, og ég satt þarna einna held í 5 köllum á sýningunni. Já. Og mér leið þannig að mér fannst þú alltaf horfa á mig allan tíma. Og ég veit ekki hvort það var bara mín upplifun eða hvað. En það er örugglega því að þú ert svo opinn. Maður gerir nefnilega þegar maður horfir yfir salinn og maður leitar að sko opnustu andlitunum. Ég satt nú eiginlega svona fyrir neðan því þú varst upp á stól og horfði niður og talaður svona óþægilega líkamsluta og opnaði fyrir mig nýja sýn til þeirra og þannig að þessi vinkona þín er mér sæmilega kunnug núna. Ljóta að segja þetta.
Nei, en ég hef verið að fara í heimahús og svona og svo kannski að því að maður kemur undirbúin í svona þátt. Ég meina undirbúna sögu. Já, hvað, þó svo við sem að reyna að láta eins og hún sé óundirbúin. Algjörlega, ert þú að gefa skyn af því að það sé eitthvað undirbúið? Ert þú að gefa eitthvað skyn? Já, ég var búin að segja hún söguna. Nei, ég hef einu sinni, sko, að því ég hef einu sinni farið að skemmta og lent í mjög vandræðilegri situásu. Já, hvað skemmti það nú verið? Ég fór í heimahús og það var 60-afmæli hjá konu og það var með þess að börn konu voru búin að koma til mín og svona sitja mig, segja mig, gefa mig punkt þessa konu og ég ætlaði að vinna eitthvað úr því og notaði mitt barbarutrúðu minn. Og svo þegar þau segja mér já, hvað er hann á heima, þá missi ég alveg andlitið af því að það var þetta húsi sem ég ólst upp í. Já. Og þá því ég var eins árs og þannig til ég var 5 ára og ég fekk bara leið og þau segja 15 ára segi, einstu 15. Þannig að gott að ég skildi hafa heyrt sögun áður sko, því þú sagði 5 ára. Já, og svo og ég þau segja, og það er svo skrítið bara að segja sko hvað máttur orðsins sko, þau segja bara Giljaland 21 og þá bara kemur svona, koma tár í augun sko og ég svona pakka mig saman og svo mæti ég þetta 20 dögum seinna, búin að undirbúa mig fyrir þessa veislu. Þar sem þú átt að vera skemmt á þar sem ég á að vera skemmt á þess að fyndin 60 konur í 60 samanlíi í kokteldressum og börnin gefa mig í afmælisgjöf sem svona skemmtiatriði. Ég kem inn og þá er ég búin að vera sko bara detta hún í díteila, flísarnar, ég fór með svo klósettið og þá þekkti ég sko það sem maður sturtar með sko, það var allt í einu fatt að ég var búin að snerta það sko 17.000 sinnum og þetta var svona magnaði díteila sem að kölluð á ofsalega stóra minningar. Og svo kem ég inn og þá segi þau, já mamma og svo ætlum við að gefa þér óvænt skemmtiatrið en það er leikona sem að ólst einmitt upp í þessu húsi og þegar þau segja ólst upp í þessu húsi þá bara opnaðist henni og ég fór bara hágráta. Svo stóð ég og ég ætti að vera aðal skemmtikraftur kvöldsins þessar og ég bara grét og það var einhvern veginn bara tilfinningarnar, hausi var hættu þessu manneskja, hættu þessu, taktu þessu saman í andlitinu. Hvað er þetta? Og svo, fyrirgeði, ég bara ræði ekki við þetta. Þetta er svona sko, í þessu prestakalli, þá er fólk mjög opið og tilfinningaríkt. Já, hvað er það að kæma með sóknina sína inn í þetta? Þetta er hans sókn. Er það? Já, fórsvöld, bústaði kirkja. Nú. Þannig að maður þekkir þetta sko mjög opið og gott. Já. Og náður ekki að skemmt neitt? Ég náði ekki að skemmt, þetta er ömurlegasta atriði sem ég hef gert ever. Og var þetta ekki einu sinni fyndið á staðnum neitt? Nei, þetta var bara náttúrulega, sko þetta var svo prívat. Þetta var náttúrulega bara mitt einkamál. Allt í einu fyrir sama 60 konur sko. En þetta er svona... Og varstu bara leitt út grátandi? Nei, svo lék ég atriði og það var ömurlegt. Mjög skemmtilegt. Já, það er gaman að þessu. Nei, já, þú varst í hans prestakalli, hann var 15 ára. Og það Ólafur Skúlason væntanlega fermt þig eða eitthvað? Já, ég fermdist ekki. Nei, það fermdist ekki, Nei, ég var svona svolítið pönkari, sko. Þetta er það séns. Já, en þá séns. Ég þarf ekkert að fermast. Ég er alveg ég er með mjög fínt samband, sko. Og ert trúuð? Já, mjög trúuð. Og ég hugsi ég væri prestur ef ég væri ekki leikari. Já, er það? Já. Værið þú leikari og væri ekki prestur? Nei, ég held ég væri frekar á sjó. Var á sjó? Já. Þú varst eitthvað til sjós eða eitthvað, hefur ekki unnið? Nei, ég hef svona verið í kringum sjó en var nú aldrei sjóari en það er öll fjölskyldan hefur verið á sjó og ég fekk að vera á trillu eins og með listi í gamla daga og bæði einn og með öðrum og aldrei neina áhyggjur af manni þar. Það síldum allan Eyjafjörðinn og út á Greinivík og út fjörðinn og ég elskaði þetta líf. Hörðu, þessi tveir prestar hér bíða aðeins, við fáum annað innslag og það er með þér. Þú varst 14 ára gömul að leika í leikriti sem hét hvað? Grasmaðkur. Grasmaðkur. Sjáum þig, 14 ára gamla. Þegar ég hringdi í bjöllunni hjá henni var ég með svo mikið hjartslátt að ég held að hjartaði mér ætlaði að springa. Og ég skalf svo mikið að ég held ég ætlaði ekki að hitta á hnappinn. Það var stórglæti á leiksigur. Það var ótrúlega djúpt. Það er að leika 14 ára og þú leggst líka í óvitum 11 ára. Já. Af hverju fyrst þú að leika þetta svona stykki þegar þú varst lítil? Af því að mamma mín fór í leiklistaskólann þegar ég var 6 ára. Já. Og þá kynntist ég öllum leikurunum. Og það er oft þannig í leikhúsinu að þú hringir í börn vina þína. Er það ekki svoleiðis? Jú. Það er bara svo ósanngjarnt fyrir okkur sem ekki erum börn leikara. Nákvæmlega. Þannig að ég var í forréttindahópi og... Við höfum báðir til dæmis haft þennan draum en aldrei fengið. Ég komst aldrei í stundin okkar eða neitt þegar ég var lítill. Nei, ég komst líka í stundin okkar. Heyrðu, en talandi um þetta grátkast hjá þér í Fossvoginum. Ertu ekki, ég hef heyrt að þú ert dálítið svona
tilfinningalega opinn og ert aldrei að vinna svona með þínar tilfinningar, ekki rétt hjá mig? Já. Ég er svona, tilfinningalega opinn, það er náttúrulega bara algjör lykill í mínu starfi, sko. Að hafa aðgang að tilfinningum mínum. Já. Og eitt af því sem ég þarf að ná tökum á eru þær. Já. Og ég hef gert margar rannsóknir á tilfinningum mínum, farið á námskeið þar sem að ég tek mjög harkalega á þessu öllu og geng mjög langt í að ofbjóða sjálfur í mér tilfinningarlega, svona, eða hvað ég get, ekki ofbjóða mér, en hvað ég get gengið langt á mig og hver ég er og hvert þenslusvæði tilfinninga minna er. Mér finnst þetta allt óskaplega áhugavert. Já, og hefur komist einhverju sérstaklega niðurstöðu eða svona bara alltaf að læra á sjálfa þig meira og meira? Bara læra á sjálfa mig meira og meira. Ég bara komist að þeirri niðurstöðu að ef maður segir sannleikann þá er best að vera til, eða eitthvað svoleiðis. Hvor er presturinn hér? Þetta er bara... Ég ætlaði einmitt að segja, þetta er ábyggilega námskeið sem verður gott fyrir presta að fara á, vegna þess að við erum ofta að fást við þetta stundum að sýna tilfinningar og stundum að halda okkar tilfinningum inni þegar við þurfum að standa á erfiðum stundum til að þó maður gráti inn í sér og þá verðum við líka að hafa þann vegg að láta það ekki koma í gegn og svo í annan stað að leyfa því að flæða út. Og ég segi fyrir mig að ef ég gengi gegnum erfiða athöfn þá þarf ég einhverja aðferð til að losa það áður en ég kem heim. Ég get ekki boðið fjölskyldun upp á það að koma heim með allan þennan pakka í hjartanu. Og hvað gerirðu? Ég fer gjarnan í leikfimi eða sund eða út að hlaupa eða línuskauta eða eitthvað og svo finnst sumum það ekki prestlegt að presturinn sé í leikfimi eða henda einhverjum lóðum eða hlaupa á skautum út á suður. En þetta er bara mín aðferð. Einhverju hlusta á tónlist og einhverju geta gert eitthvað annað. Ég hef þennan takt og hann hæfir mér. Ein af aðferðum Dóru var hérna í gamla daga meðan hún kallaði sig Dóra Vonda að fara upp á svið og rokka, sjá hún brot frá risaeðlunni meðan hún varst poppstjarna. Þetta er alveg mikið rock í þessu. Já. Og þú varst svona, þarna varst það mjög dálítið, það var punk í þeir og svona. Svolítið púki, sko. Já. Þið voruð að fara út og svona, ég meina maður sér það í bókinni til dæmis eftir Dr. Gunna og svona, þið voru bara ansi nálægt því að meika það. Nei, við vorum ekkert nálægt, nei. Jú. En við vorum sko, við vorum alveg rosalega efnileg. Við viljum hafa næsta lag, brjóta þetta upp með meiri Eurotónlist. Einhver ósanngjarnustu úrslit í keppninni voru auðvitað í Parkinu árið 2001 þegar við fengum 3 stig og Danir rétt töpuðu fyrir Eistónum. Það er gaman að segja þetta, þeir eru að tapa fyrir Eistónum. En danska lagið lifir sem var öðru sæti, við skulum heyra það rétt sem snöggvast. Love that I could find, I'll never ever let you go. So you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. These last days I've been down and blue. I wonder if you miss me too. I think about you all the time and keep on waiting for a sign. Waiting for a sign. I'll never ever let you go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never
the same since you left me lonely. So please come back to me again. I cry out your name. I'm sick and tired of this game. Ooh, baby, kiss me. I think this love was meant to be. Oh yeah, oh yeah, Love was meant to be. I'll never ever let you go. Though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. Oh, I'll never ever let you go. You go, though you hurt my feelings, you bring back memories all the time. I'll never ever be the same since you left me lonely. So please come back to me again. I'll never ever let you go. Það var nefnilega það. Læsilegt. Heyrðu, næsti gestur, ætlum að draga hérna inn eitt stjórnmálamannin enn, beint úr baráttunni, svona til að sjá hvernig þetta gengur nú allt hjá þeim. Og gestur okkar í kvöld er sjálfur utanríkisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, Halldór Ásgrímsson. Gjörðu svo vel, Halldór. Blessaður og sæll, gaman að fá þig í þáttinn. Það er búið að standa til lengi og kemur í þáttinn. Blessaður sæll. Já, hér eru allir settlegir og formlegir. Ég segi að það er búið að standa til lengi og kemur í þáttinn, áttir að koma hérna fyrir nokkur síðan og þá náðum við flensu og við náðum ekki saman. Eins og fleiri Íslendingar. Já, einmitt. Hvernig gengur baráttan? Hún gengur bara vel. Já. Því að ég er nú hérna með Shakespeare-leikkonu við hliðina á mér. Já. Ég get ekki bara sagt eins og Lear konungur sagði við Cordelia. Hver tapar og hver vinnur. Hver er inni og hver er úti. Þetta vitum við ekki fyrir eftir kosningar. Já, sko hérna kemur bara maður inn og hann bara sýndir þér í Shakespeare bara hægri vinstri. En þú hefur gaman að þessari baráttu, þú ert náttúrulega eldri en 2 vetur í þessu. Hvenær var þín fyrsta barátta að komast inn á Alþingi? Þetta er 9. kosningabarátta mín og svo fyrsta var 1974, þannig að... Já, þá er ég 2 ára. Varstu 2 ára? Já. Það er svo næstum því á brjósti. Já, svona næstum því. Og ég meina, hefur alltaf haft gaman að þessu? Já, ég hef það. Ég hef gaman að kosningabaráttu. Þegar maður hittir mikið af fólki og maður fer dálítið mikið og það er mikið að vera og já, ég hef gaman að því. Já. En ég hef ekki alltaf haft gaman að úrslitunum. Nei. En svona oftast. Já, einmitt. Þetta hefur gengið ágætlega. Já. Núna er svona aðeins, það gefur á bátana aðeins núna hjá þér og þínum mönnum. Já. Ég meina það með við kannanir, maður veit ekkert betur. Og svona aðeins þið þurfum að bretta upp ermarnar. Finnst þér það að vera kannski ekkert verra? Nei, mér finnst það ekkert verra. Ég meina, við höfum vanist þessu. Það hefur oft verið svona erfitt í þessum skoðanakönnunum. Það hafa eiginlega verið erfiðari en kosningarnar. Já. 1974 var þetta nú betra þegar ég byrjaði því þá voru engar skoðanakannur. Einmitt. Þannig að þessar skoðanakannur eru nú svona frekar að þælast fyrir mönnum finnst mér. Já. Mér langar aðeins að minnast örstutt á eitt af því að þú komst í viðtal þegar þú veiktist og þurftir að fara í uppskurð út af meini. Ertu alveg góður? Þarftu eitthvað að fara varlega með því í þessari baráttu eða þetta var alveg... Ég er bara mjög góður. Þú ert mjög góður? Þakka Já, það er gott. Og voruð við bara á haldir heilsu alveg. Það gekk afskaplega vel. Já, það er gott. Og þú sýndir þetta ákveðin kjark þegar þú fórst í Mokkan meðal annars og víðar og svona sagði þér að það er bara nauðsynlegt að menn tali það þegar menn lendi í einhverju veikindum. Fannst þér það samt ekkert erfitt? Nei, mér fannst það ekkert erfitt. Ég var svo hamingjusamur með hvernig þetta gekk allt saman og þetta er svona ákveðið feimnismál hjá mörgum og þetta er erfið aðgerð og ég taldi mikilvægt að ég talaði mína reynslu og ég hef fundið það að það hefur hjálpað mörgum öðrum. Það hafa margir komið til mín og spurt mig þetta. Já. Og að því leytinu til hef ég gert eitthvað gott. Já, einmitt. Og það er náttúrulega svona, stjórnmálin hafa breyst að þessu leyti að það er að þið eru svona ykkar persóna kannski meiri í sviðsljósinu. Sjáum bara Ganni svona fyrst og ert í stólnum og ert búin að vera svona lengi í þessu og gert margt gott. Sjáum brot af kosningabaráttu eins og hún leit út svona rétt áður en þú byrjaðir í þessu og sjáum aðeins hvernig það hefur breyst.
Jónas Jónsson frá Hriflu, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins. Hverjar eru afmælisóskir yðar til handa Framsóknarflokksnum á þessum tímamótum? Já, það er að hann haldi áfram blómgast eins og nú eða betur. Þú var flottur þarna. Þarna var stansið góður. Var þetta ekki það leiti sem hann komst á þing? Já, trúlega. Ég held ég hafi orðið formaður í efnahags- og viðskiptanefnd, fjárhags- og viðskiptanefnd hérna þá. Ég, strax eftir ég kom á þing, sennilega, 1974 kem ég inn. Þetta er nú mjög fljótlega eftir það, en ég hef nú bara ekki séð þetta áður, ég held að þetta var ekki til. Já, við grófum þetta einhverju staðru. En talandi svona þetta, hvernig ykkar persóna er tekin inn í stjórnmálinn. Þú til dæmis þú hefur haldið bara þinni fjölskyldudáldi fyrir utan sviðsljósið, þú hefur ekki svona viljað marsera með hana inn í sviðsljósið eins og sumir kjósa að gera. Nei, það er mikilvægt að dómi okkar hjónana að halda börnunum utan við þetta og við höfum reynt að gera það í gegnum lífið. Nú eru að vísu dætur okkar fullorðnar manneskjur og þær geta tekið sínar eigin ákvarðanir. En þetta er oft miskunnarlaust og séra Pálmi kom nú inn á það áðan og það er mikilvægt að halda börnunum utan við þetta miskunnarleysi sem er oft í stjórnmálum. Já. Og við höfum svona einhverju liti gert það meðvitað. Já, einmitt. Þetta er mjög óvægið. Ég man að þegar ég fór í gegnum kosningabaráttu fyrir pressembetti á Akureyri þá lenti ég mjög erfiðum aðstæðum sem svona voru að angra fjölskyldunum lengi. Það var þannig að ég kom inn í blokk og fór þar á milli íbúð og hringdi á dyrabjöllu og enginn var við dyrnar og svo var allt í einu dyrnar rifnar upp og ég var sagt fljótur inn og ég stekk inn í frakkaklætur og þá stendur kona kviknakin og grípur fyrir andlitið og segir hérna Guð minn góður og ég sagðist nú ekki vera Guð og hérna þegar ég stend þarna þá er hurðinni hrunduð upp aftur og þá kemur maðurinn hennar inn og þá grípur hann í skaut sér og segir þetta er ekki eins og það heldur. Það hringdi einhvern tíma Það voru skelfingar aðstæður. Það hringdi einhver maður heim sem oftar og hann ætlaði nú eitthvað að ná í mig og skamma mig og þá var einn dóttir mín, ég held hún hafi ekki verið með 5 eða 6 ára sem svaraði í síman og svo því ég kem heima þá var hún grátandi og ég spurði hvað er að það hringdi einhver maður og hann var svo vondur og hvað sagðir þú? Ég sagði bara að þetta væri ekki satt. Þannig að þetta getur nú svona komið fyrir í hérna. Mér fannst þetta alltaf þótt svo vænt þetta svar. Já, einmitt. Dóttur minnar og síðan hefur hún nú haldið áfram að verja mig. Já, einmitt. Þetta var svipað hjá mér sko, að presturinn væri að vaðin á einhverja nakta konu sko og dóttirinn tók alveg upp hanskan fyrir mig og varði mig alveg út í eitt fyrir þetta. Þannig ég sá það svona lítil atriði sem að kannski skipta engu máli, þau geta haft mikil áhrif á bassaröðina. Þú ert ekki með neina sögu í þessu, Dóra? Þú ert ekki verið búin í kosningabaráttunni eitt? Nei. Nei. Það var bara sviðin og sportið. En sjáum þá svona til að tengja þinn í þetta, sjáum hérna leikar að leika Halldór í áramótasköpunni síðast. Excuse me, can you take a photo of us here? Just to bring some memories home. Mr. Arafat, he say cease. It's an Icelandic joke. Cease used to be a company in Iceland. Yes. Oh, don't worry, I never smile. Thank you. I've been minister now for many, many years in Iceland, and I've never smiled, and I've never changed my tone of voice. Hvernig tekur það svona gríni? Ég tek þessum afskaplega vel. Ég fannst þetta alveg frábært. Ég hef nú ekki séð neitt taka mig svona vel eins og þarna. Mér hefur fundist leikurum ganga það heldur ill. Já. En mér fannst þetta að vera afskaplega vel gert. Og Þröstur Leó náði líka Arafat mjög vel. Já, Arafat, og það er alveg rétt, ég leiti Arafat, en ég tel nú að hann hafi verið heldur betur á sig kominn þegar ég hitt hann. Já, heldur þetta? Og við vorum nú ekki að ganga rústir saman, en að vísu var ég og mínir félagar að ganga rústir í Jenín sem var nú skelfileg upplifun. Já. En við gengum nú aldrei það við Arafat. Herðu, hérna, við ætlum aðeins að brjóta þetta upp í lokin, en mér langar fyrst að spyrja þig, þú hefur nú verið spurðaræði margoft í þessar baráttu, en hérna, ef að allt færi illa og kæmist ekki inn, ertu eitthvað búinn að hugsa það hvað það myndi fara að gera? Nei, ég er ekki búinn að hugsa það. Ég hef einu sinni fallið út á þingi áður, það var 1978. Já.
þá fór ég á sjóinn. Pálmi sagðist vilja fara á sjóinn. Við förum kannski saman. Kannski förum við saman á sjóinn. Við erum saman í leikfimmis og hann haldi því áfram. Já, við hittumst oft þar. En ég er ekkert vann að hugsa það. Ég held ég sé nú orðinn heldur og gamall til að fara á sjóinn. En ég er nú ekkert sérstaklega svartsýnn. Þá var ég í 3. sæti á lista. Því ég fjall út. Nú er ég í 1. sæti og þá voru bara 5 þingmenn í kjördæminu og nú eru 11 í kjördæminu sem ég er í og það var nú skárri útreiðin ef ég kemist ekki inn. Já, ég veit ekki hvort það má segja þetta en ég vona að þetta ekki út allavega. Já, það eru held ég fleiri. Já, heyrðu en hérna, það var hvíslað að mér, við þurfum að ljúka þessu en ég vil ekki sleppa þér öðruvísi en að fá aðeins að bregða hér á leik. Það var hvíslað að mér að í Þjóðleikhúsinu á flokksþingi ykkar í febrúar þá hafið þú gert þér lítið fyrir þú og hérna tekið lagi. Hafið upp raust þína og það hefur tekið Dagnýju. Sumarið komið með sægin, þetta ekki rétt hjá mér? Þetta nú ekki alveg rétt vegna þess að ég kom fyrir flokksþingi og þá var Páll Rósinkrans að æfa og var að syngja og mér var alltaf langar til að gera eitthvað á þessu sviði og notaði tækifæri þegar enginn var í salnum en það voru vísu nokkrir þarna í salnum en einhvern veginn hefur þú frétt þetta. Já, sko, en þetta var gert vegna þess að það var enginn á það. Já, hér er enginn í salnum sko þannig að ég ætla að fá Gunnar Þórðarsson sem er hérna hinum megin. Ég er búinn að biðja hann að hafa... Þau verða þá að hjálpa mér. Já, ok, við getum alveg að hjálpa til. Hérna, Gunnar, þú ert með lagið. Já. Kunnum við textan? Er það ekki? Við getum allan eitthvað talað með. Löllum með. Þú ert forsöngvari, Halldór? Já, það já. Nú skal þú bara hæfa í brjóst þína. Sumarið kom yfir sæinn og sólskinið ljómað bæinn og vafði sér heiminn að hjarta. Ég hitti þig ástin mín bjarta. Og nú komum við með þetta. Og saman við leitumst og sungum með sumar í hjörtunum ungum. Hið ljúfast úr lögunum mínum. Ég las það úr augunum þínum. Vorhljóð. Og húmið heiðar og voga mun himinsins stjörnudýr loga ást okkar yndi og fögnuð þó andvaran söngrödd sé þögnuð. Glæsilegt. Þetta var nú... Þau átt að hjálpa mér. Við treystum okkur í þetta, það var svo gott. En ef þú kemst ekki inn, þá ert þú bara okkar framlega í Eurovision næsta ári. Það er óskum ég aðast. Ég minnist nú ekkert á það. Ég held að ég sé nú betra á þingi þrátt fyrir það. Herru, við þurfum að ljúka þessu. Þú ert að vera messaði fyrir málið. Klukkan 8. Já, er kosningabarátta á páskadag? Já. Já, undirbúningur. Við höldum nú svona dagana heilaga, en við förum yfir mál. Já. Hvað með þig, Halldóra, hvað ætlar þú að gera morgun? Trúið manneskjan á páskadag? Það er sko sunnudagur á morgun. Já, ég var einmitt að hugsa sko klukkan 8. Ég hef sem sagt aldrei farið í messu á páskadag. Já, er það klukkan 8? Klukkan 8 Árdís, yndislega. En þú er að standa við þetta, Pálmi, í sambandi við snjóinn. Ég var alveg búinn að afskrifa þetta. Ætlar að lofa okkur því að við getum farið á skíði á... Þegar ég talaði við þessa Bláfjallakonga síðast í dag, þá sögður við skulum ekki slá þetta að fyrir þá í fyrramálið á morgun. Já. Þetta er nú bara bestu tíð... Þetta er nú á við góða skoðanakönnun. Það má vera úti með þess að þó það sé ekki snjór. Það er þetta að fara gönguskíða þá getum við ekki verið brekkur. Heyrðu, kæra þakki fyrir þetta og gleðilega páska. Gleðilega páska. Og þið heima í stofu líka, takk fyrir að horfa í kvöld. Ég óska ykkur gleðilega páska og við sjáumst eftir viku. Bless.